Góðan daginn, gott fólk, og við bjóðum ykkur velkomin til Stundarinnar sem að hefur alltaf sama bakmynd, sömu bakmynd og axlabandið snúið öðrum megin. Þannig að þetta er allt saman eins og á að vera. Bakgrunnur, snúið axlaband er nú kannski ekki það sem við blínum á. Heldur ætlum við nú að reyna svona að hlusta eftir Guðs orði, af því okkur þykir vænt Guðs orð. Og það er nú líka með það að við þurfum að gæta okkur á að leyfa því bara vera í forgrunni. Ef bakgrunnur er fallegur, þá er hann bara til yndisauka. Ef hann er litlaus og allt saman það, þá er það kannski, vildum við nú kannski stundum allavega hafa það öðruvísi, en gleymum samt ekki aðalatriðinu sem er orð Guðs. Hitt er í raun og veru prjálið sem við viljum hafa með, og er svo sem í góðu lagi að gera, en ef þú ert upptekinn við það í stað þess að hlusta eftir orðinu, þá ert þú væni minn ekkert á réttum stað. Þetta er svona hluti boðskaparins sem þarf að ganga út til mann og kvenna, til að fólk læri að blína á það sem þarf. Það er svo mikill hégómi í gangi. Það er svo mikið af alls konar þess og hinu sem er í gangi, sem er þarna eingöngu til þess að þú blínir ekki á orð Guðs. Og akkur er það? Það er synd í heiminum, og syndin er endalaust að slást við viljaðin. Hún vill fá þig yfir til sín. Og þá er nú aldrei þessi upplagt að draga upp alls konar hégóma til að mynda við svona efni, til þess að svona undirbyggja það að skilaboð þau kom ekki til skila. Já, vinir, orð Guðs, ræðan, predikurinn, kennslan í Jesú nafni, er í og með til þess að við hugsum þessi mál, því að þau eru mikilvægi í sjálfu sér. Og þá er aldrei að vita nema kannski einhver taki sér taki og tali það sem skiptir máli, kjarna málsins. Og þá er honum alveg sama bakgrunnin. Honum er þessi alveg sama þó hvernig viðmælandi eða sá sem talar er klæddur. Já, hann sér snúið axlaband sem er reynda búið að laga. Honum er alveg sama það. Við þurfum að vera með rörsýnina, kæru vinir, á réttum stöðum. Og þetta er svona kjarni boðskaparins frá degi til dags í orði Guðs. Það er hégóminn sem er að reyna að kefja allt okkar umhverfi, kristilega umhverfi. Þessi er nú búin að tala alveg nógu lengi, hann ætti nú að fara að taka sér, koma sér til hlés. Segi ég er ekki að segja það, menn gerir það, en það er ekkert á mínu valdi að þínu að deila því neitt út. Það er nú eitt líka sem við þurfum að læra, að orð eða Guð sjálfur, hann bara sér þetta allt. Vilja hann hafa manninn, hver vill þá svæla hann út? Vilja hann að maðurinn fari, og hver ætlar þá að hindra það? Þó við reyndum, þó spyntum við af öllum mætti, þá gætum við það ekki. Tími sums fólk er bara búið.
Og ég vil nú biðja Guð þeirra bænar og meina þá bæn að ég viti hvenær minn tími er búinn. Ég ætla ekki að standa frammi fyrir því að vera kastað út eins og ónýtum sekk. En það verður gert ef að ég hlýði ekki þegar þeirri stund kemur að Drottinn segir, hei, nú ætla ég að fara að ýta þér aðeins til hliðar, ég ætla að fara að setja annan manni í þetta embætti. Og hvað ætla ég þá að gera? Þá ætla ég að segja, verði þinn vilji Drottinn. Og ég stíg til hliðar og einhver sest í þetta sæti, segjum það, annað andlit, önnur axlabönd, snúin eða ekki snúin, en boðskapurinn samur. Svona eigum við að hugsa þetta. En vegna þess að við erum svo svakalega mannleg, þá förum við átök við hvern, einkum og sérlega í Guð. Þannig er það. En ég segi, Drottinn gefði mér árvekni fyrir þessum málum. Svo lengi sem hann talar ekki til mín, þá verð ég á þessum stað. En þegar hann hefur talað, þá líka mun ég fara, annarkvort alveg úr þessu eða færa mig yfir í eitthvað annað. Ég ætla ekki að vera maðurinn sem berst. Því hver getur sigrað Guð? Ég vil sjá og heyra og vita hvað hann er að gera. Og ég get það. Veistu af hverju? Hann gaf mér heilagan anda. Og heilagur andi er í stöðugu samfélagi við Guð. Og getur hann talað við þig, þá getur hann líka talað við mig. Vil ég nota þig til að flytja mér skilaboð, þá er honum það heimilt. Og ég spyr, og ég heyri í honum. Af hverju þarf hann að nota aðra manneskju til þess að vera með einhver skilaboð til mín? Vistu það, í alvöru talað, að ég er nú búin að vera nokkur ára til trúaður. Ætli það sé ekki svona 2 skipti, 1 eða 2 skipti sem Drottinn hefur talað til mín köllun án þess að tala fyrst við mig. Hún kom í gegnum manneskju og ég fann að þetta var eitthvað sem Guð var að tala um, en þetta eru bara 2 skipti. Þess á milli hefur hann að tala beint til mín. Er þetta hroki? Hvað er ekki hroki í þínum augum? Segi ég nú bara, spyr ég nú á móti. Þú getur verið viss. Og þú þarft að vera viss og æ meira viss eftir því sem tíminn nálgast til endurkomu Drottins. Því eftir því sem að sá tíminn nálgast verður vitleysan meiri í kringu þig. Kaosið, glundroðin. Vart ekki sammála mér um það, í dag sé nú glundroðin nokkur. En þú hefur Guðs orð. Þú hefur sannleikan Jesú og hann breytist ekki neitt. Hann veit alveg upp á punkt og prik hvað er í gangi. Hann veit nákvæmlega stöðu þína í Guðsríkinu. Og hvað segir hann? Harla góð. Þarftu staðfestingu á þessu utanaðkomandi? Getur verið, en ég segi, trúnni er svo oft áfátt hjá okkur. Og þegar trúnni er áfátt hjá svo mörgum, og kannski flestum okkar, þá þurfum við utanaðkomandi staðfestingu. En við getum verið fullviss. Ég segi, hef oft sagt, þú þarft að vita hvar þú stendur í Guði. Manneskja sem veit það,
henni verður ekki haggað. Það er atgangur í kringum kristinn mann. Segir enda Kristur það sjálfur, hafið þér ofsótt mig, munið þér líka ofsækja yður. Hverjir eru þessir menn sem eru ofsækja? Líklega menn sem voru einu sinni í kirkjunni, en eru það ekki lengur. Eða eru svona innan gæsalappa í kirkjunni en þó ekki. Þeir ofsækja. Þetta er fólki sem ofsótti Krist. Þegar hann var uppi og við vitum að hann var ofsóttur. Það gekk svo nærri honum að það var setið líf hans og hann vissi það. Og það segir frá því í orði Guðs, testamentinu, að hann hafi fært sig yfir á annan stað af því að það var setið líf hans. Hafðu ofsótt mig, segir drottinn, munið þér líka ofsækja yður. Og hver í dag sem tilþekkir efast mátt drottins, Jesú. En það voru margir á tímum Jesús sem efuðust hann. Og það má sjá víða þessar efasemdir. Við þekkjum viðbrögð Jóhannesar sem var á bakvið lás og slá vegna þess sem að sagði við valdsmanninn. Ert þú sá sem koma skal eða eigum við að vænta annars? Var spurningin sem að lærisveinar eða vinir Jóhannesar fóru með til Jesú. Og hver talar svona af öðru en Eva, sem orðið efast að hann hafi verið í raun og veru að fylgja réttum náunga. Hvað með þig? Ertu ennþá jafn sannfærður það að Kristur sé sá sem þú taldir hann alltaf vera? Ég veit það ekki. Ég segi, ég er 100% sannfærður það, já. Að Kristur sem frelsaði mig, að ég fylgi honum ennþá. Og hann talar til mín og hann talar til þín og segir, hafið þér ofsótt mig, munið þér líka ofsækja yður. Er þetta ekki magnaður boðskapur? Hann er magnaður og svo sannur einnig. Svona er þetta. Og hvernig ætlar að vinna gegn þessu? Þú vinnur ekkert gegn þessu, en eitt getur þú gert, og það hveti ég til að gera, haltu samt áfram að gera það góða í Jesú nafni. Og annað sem þú veist og máttu þetta, hann fylgist með þér. Þannig að þetta gengur aldrei of langt. Lærðu bara að treysta Jesús og þú ert hólpin manneskja. Og það er það sem við viljum. Við viljum verða hólpnar manneskjur. Og þetta er dagurinn sem við eigum til þess að styrkja þessa undirstöður okkar. Dýpka ræturnar heitir það líka. Viljum við það? Við viljum það vegna þess að við erum sólgin í að heyra orð Guðs. Það er staðfestingin hitt. En við tölum til að mynda eins og við töluðum áðan orð sem Drottinn segir sjálfur, hafið þér ofsótt mig, munið þér líka ofsækja yður, að þau eru partur af þessum boðskap. Drottinn talar allt sem þarf til mín til að ég skilji ástandið. Hann hugsar sína. Hann leggur það í hendur hvers og eins hve mikið hann veit og þekkir til aðstæðna. Ég segi við sjálfa mig, Konráð, þú þarft að þekkja vel kringumstæður. Og svo er Guði fyrir að þakka að ég þekki þær orðið býsna vel. Og ég segi, ég þarf að þekkja þetta. Og maður sem þekkir, hann heldur býsna lengi áfram. Hann verður ekki sigraður. Hann er í flokki með sigurvegarana.
og reynir og upplifir margvíslegum hætti í sínu lífi. Þetta er það sem að boðskapurinn til að mynda á að fjalla um. Hann er að tala um það að þessu og hins í lélugu pappír er ekki partur af neinni predikun. Sé það gert, er það talað af, ja, kannski öfund, ég veit það ekki, hún er nú alveg svakalega þessu öfund. Kannski er það rótin að slíku tali einmitt öfund. En kristinn maður á ekki að öfunda. Hann á að samgleðja sínu fólki og það getur hann. Hann á að hjálpa til við að gera gott verk og það getur hann. En gerir hann það? Margir gera það, já. Sumir gera það ekki. Þeir eru á öðrum stað með sjálfan sig. Á hvaða stað? Sumir eru ekkert á neitt sérstaklega góðum stað. En það á ekki að hafa neina áhrif á þig. Halt þú áfram að vera á besta staðinu sem þú hefur hingað til þekkt og kynnst. Hann heitir náið samfélag við Jesú. Og Jesú tala til þín vegna náið samfélags við sig, hafið þér ofsótt mig, munið þér líka ofsækja yður. Þeir. Já. Jafnvel einhverja lið úr hópnum. Segir á einu stað að þeir voru eitt sinn með okkur. Voru eitt sinn með okkur. En þeir eru það ekki lengur. Og snerust gegn. Og það segir á öðrum stað að hver sá sem drepur yður, held ég að sé nú bara orða beint, hann mun sem sagt telja sig vera að vinna gott verk í Guði. Já, og þetta ekki einmitt tímarnir sem eru uppi núna? þar sem menn eru tilbúnir í alls konar og telja sig vera að gera gott verk í Guði. Við þurfum að vera varðbergi, kæru vinir, fyrir okkur sjálfum og fyrir því sem er að gerast í kring og vita, sem er kannski hræðilegt að segja, þarf ekkert að óttast neitt. Bara aldeilis ekki. Þú sem stendur í báðar fætur, þú sem horfir til krossins, þú sem horfir til verka Jesú, þú veist þetta allt. Ef þú veist þetta ekki, þá er það vegna þess að þú ert ekki að læra að gera heimavinnuna þína. Og það er partur af þessu öllu saman. Það er að hvetja menn til heimaverkefnina. Það á ræðan líka að snúast. Ásamt mörgu öðru sem að þetta þarf að vera Þetta er boðskapurinn sem Drottinn vill að ómi og hljómi núna. Og hvernig líst þér á? Mér finnst það nú ekkert vel klæddur neitt. Þessi kall. Og ég segi nú bara við þessari bakmynd. Það er ekki til neitt litlaus heldur hún. Aukaatriði. Hégómi. Og kristnir menn og konur þær eiga, og þetta fólk á að henda öllu svona út. Því þetta er algjört aukaatriði og hver veit það ekki? Séu menn hins vegar með augun sín á þessu, þá eru þið merktir ákveðinni hégómlegri hugsun. Og það er allt í lagi. Menn mega auðvitað vera með sér hvað sem þeir vilja. En við skulum ekki hafa hana uppi, við skulum leyfa orði Guðs að leika okkur, við skulum taka við orði Guðs því að það er það sem við viljum. Því að Drottinn er einstaklingur
sem stendur við það sem hann hefur sagt og er leið sigurvegari sigurvegaranna, og það er stórt orð. Ég held að annars stærra orð sé ekki til, en þetta fylgir Kristi. Já, það var setið líf hans, og hver veit ekki verki sem að Kristur gerði í dag, og hann heillast af sumum og finnst þetta alveg meiri háttar. En á hans samtíð þó ofsóttu sumir mennan, og sumir vildu hreinlega myrða hann. Og hefur eitthvað breyst? Það hefur ekkert breyst. Barátta mannsins er hins sama. Trúin er til staðar, en henni mætir alls konar í hverju og einni manneskju. Efinn er þar verstur. Og við sjáum þennan efa í orði Guðs, Jóhannes, í fangelsi. Þú sá sem koma skal eða eigum við að vænta annars? Efi. Og hver vissi betur hver Kristur var en Jóhannes? Spyr ég nú bara. En svo fóru atburðir að gerast, og hann að lenda í sínum kringumstæðar, og þessi efi kom upp. Þú sá sem koma skal eða eigum við að vænta annars? Í raun og veru hefur þessi spurning gengið með kynslóðunum og verið spurð í kynslóðunum aftur og aftur. Og það er líka verið að spyrja sig þessar spurninga í dag. Eigum við að vænta annars? En ég segi, trúin mín staðfestir það, að Kristur er kominn, hann hefur fullnað skeiðið. Og hann er á himnum að tala við þig í gegnum þennan einstakling, að hann er að hugreista þig. Hann er að fylla þig móði, kappi. Og eitthvað í hjartaðinu tekur við þessu og segir, þetta er sannleikur, þarna vil ég vera. Og þú ert þarna vegna þess að þú valdir staðinn. Þú valdir staðinn að þú þekkir staðinn. Þú veist hvar betra er að vera, og þar viltu vera. Og það er gott val. Við eigum að vera á betri staðnum, og við eigum að vera á besta staðnum, af því við þekkjum besta staðinn, og hann er í faðmi Jesú Krists, eins og alltaf áður. En í dag fáum við valmöguleika. En í dag fáum við spurninguna, hverjum viltu fylgja? Og ég segi, ég vil fylgja þér, Jesús. Þú svarar fyrir þig. Mitt svar er gilt, þitt svar er gilt, en ég get ekki svara fyrir þig. Þú verður að svara sjálfur. Þannig að þú skalt ekki vera með í flokknum sem ofsækir Krist. Hafið þér ofsótt mig, munið þér líka ofsækja yður. Þetta eru nú skilaboðin sem hefur gengið í gegnum allar kynslóðirnar. Og einnig, svo sem að verður svo tími uppi að menn þykist vera að gera Guði gott verk með því að drepa hina kristnu. Og ég get sagt þér það að það er búið að drepa marga kristna menn í gegnum tíðina af líklega öðrum kristnum sem töldu sig vera að gera Guði gott verk með því sem þau gerðu. Þannig talar orðið. Orðið segir okkur sannleika. Það segir okkur allt um það hvernig hlutir eru. Eru þessir tímar uppi? Ég svaraði með þeim hætti að þessir tímar hafa alltaf í raun og verið uppi.
en misjafn hver atgangurinn hefur verið á hverjum tíma. Allt sem Kristur segir er uppi núna, en birtingamynd misjöfn. Þessu getum við trúað og þessu skulum við trúa og þessu megum við trúa, því þetta er staðan. En við erum ekki fólkið sem látum degan síga. Við erum fólkið sem höldum verkinu áfram að því að vita köllun okkar og vita hvaða verk eru gagnlegust fyrir oss og aðra í kring. Verk Drottins sýnileg er það besta sem þú getur gert og það veistu. En veistu allt hitt sem getur fylgt með. Allan drungan sem getur hvolfst yfir. Þú þarft líka að vita það. Og það á boðskapurinn líka að fjalla frá degi til dags í raun og veru. Af því að þetta er veruleikin. Að fylgja Kristi er í raun og veru dauðans alvara. Og boðskapurinn á að vera dauðans alvara, en byggður upp eins og Kristur vill hann sé byggður upp. Og hvernig vill hann að boðskapurinn sé byggður upp? Fyrst og fremst sannleikur með öllu því sem sannleikanum fylgir, en umfram allt líka uppbyggingu. Við þurfum alltaf að fá uppbyggingu til þess að draga ekki sjálfu okkur niður í einhverja depurð. Og það er ekki vilji Guðs. En það er mikið depurð í þessum kristna heimi. Og sumir eiga mjög erfitt með að hífa sig upp úr sinni depurð. Af hverju? Ég segi, hver skilur mannshjartað? Ég veit það ekki af hverju. Ég veit bara að þetta fólk hefur allan möguleika til jafnsi hvert sem er til þess að hífa sig upp í einhverja birtu og síðan í skjanna birtu. Og ég veit að þessi dagur er gefinn til þess að dýpka ræturnar sínar í Kristi. Og þá lærum við margt. Til að mynda hvað það merkir að elska náunga sinn. Hefur einhvern að velta því fyrir þér hvað það merkir. Elskaðu náunga þinn og þér líður miklu betur. Að elska náunga sinn er ekki leið að horfa á fullkominn mann, því að það er engin fullkominn nema Jesú. Að elska náunga sinn gerir að verkum að þér reynist léttverk að umgangast hann. Þannig við sjáum, sé söfnuðurinn merktur þessu, að slíkur söfnuður getur ekkert verið neitt nema þægilegur innkomu og viðkomu. Allt byggt á elsku. Elskið hverja aðra. Og nú er Drottinn að segja okkur hvað þetta raunverulega merkir. Elskið hverja aðra og þú átt gott samfélag. Þannig að fýlustikan hún dettur út og gleðipinnin stekkur fram. Og hvort viltu vera? Það er alveg ljóst að við þurfum að láta af sumu. Það er alveg ljóst að við þurfum að taka sumt fram og leggja annað frá okkur. Hvað þarf þú að leggja fram og hvað þarf þú að leggja frá þér? Spurðu Guð. Höfum hann með í ráðum því hann er hér og nú, hann er að hlusta á því, hann er að horfa á því, hann veit hvernig hann líður. Erum við ekki að missa þetta svolítið mikið niður í samfélagunum í dag?
Það er þessi nálægð Guðs við einstakling. Þú bendir á þig, ég bendir á sjálfa mig. Og þannig er það. Það hefur ekkert breyst. Og meira, Drottinn er að kalla þetta fram. Hjá mér, hjá þér. Það er sín vakning að uppgöta þetta. Það er mikið verið talað um vakningu. Og ég veit að ekki, þetta er svo viðkvæmt, maður er nú svona að passa sig svolítið. Ég er ekki viss að menn átti sig á hugtakinu vakning, hvað það er. Ég hygg, og kannski hefur maður skilið það sjálfur þannig lengst af, að allt í kring allt innu fara að fljúga. Í einhverju vakningu. Auðvitað er maður ekki að gera lítið úr þessu, auðvitað viljum við þetta öll og elskum þetta. En vakningin er ekkert þar endilega. Hún vaknar með hverjum og einum og hann fer að fljúga. Það er eigin kraftið og trúarkraftið sem hver maður flýgur. Við skulum segja að það sé 100 manns í söfnuðunum. Og allt í einu er komin vakning í hverju og einu hjarta. Og þá flýgur þessi 100 manna hópur. Það er vakning. Vakning hvers og eins. Einstaklingur er það sem að máli snýst um. Einstaklingur þarf að lifa. Einstaklingur má ekki deyja. Það er vakning að haldast lifandi í Kristi. Ég segi, sumir eru alltaf vakandi þannig séð. Þeir eru í liði með meyjanum 5 sem alltaf voru með olíu og varabirgðir olíu. Og það er sniðug og góð hugsun. Eigum við til varabirgðir olíu? Ég veit það ekki, á ég til varabirgðir olíu? Allavega er ég með fulla könnu, ég veit það. Varabirgði, jú, ætlum að sé nú ekki með varabirgði. Ég held maður endist nú ekkit eins og maður hefur ennst í þessu nema vera með allt bara á útopnu sem hægt er að hafa á útopnu. Og það er einmitt hvatningin. Við erum útopnu með allt sem við þurfum á hverjum degi. Góð staða. Sjáu ekki að við erum að tala til einstaklinga. Við erum að tala máli einstaklings. Ekki einhvers hóps sem er óskilgreindur hópur. Þetta er einstaklings. Einstaklingur þarf að dýpka reyndina. Einstaklingur þarf að byggjast upp í sinni trú. Einstaklingur þarf að vaka. Og hafa hann ekki vaknað, þá þarf hann að vakna. Það er vakningin sem við erum að tala um. En ekki eins og, já, kannski gerði maður það sjálfur og gerir enn, ég veit það ekki. Það er allt í kring hvar að fljúga. Það væri rosalega gaman, en ég held ég verið aldrei vitna því. En ég get eitt, ég get látið sjálfa mig vakna. Og fljúga svolítið í Jesú nafni. Í gleði. Þetta er eitt af því sem boðskapurinn þarf að fjalla um. Þannig við sjáum að víðátturnar eru gríðarlega miklar þegar kemur að því að predika, kenna. Þú ert að kenna orð Guðs og hvar er endirinn á orði Guðs? Ég held að hann sé ekki til. Með öðrum orðum, það er endalaus uppspretta hugmynda og staðreinda í Kristi. Það er orð Guðs. Og kallað fólk eitt er þarna. Það fer enginn úr sinni stöðu nema Drottinn heimili. Hve margir hafa yfirgefið stöðu sína? Mér varðar raun ekkert um það. En ég veit að ég er
ekki að fara neitt. Það er eina sem ég get sagt. Og hver ætlar að reyna að ýta mig til hliðar þegar Drottinn sjálfur segir, þú átt að vera þarna, minn kæri. Enginn getur það. Enginn heldur hefur neitt verið að reyna það, því það get ég alveg staðfest. Það gæti það heldur enginn. Ég lofa þér því, þó eitt hætti, þá byrjar bara með þessu manni annars stað. Að þetta er köllun manns. Og köllun manns skal maður rækta. Köllun manns er gefin af Guði. Eins og vorum að tala áðan viljan breytingar, þá skal hann tala þær beint til mín. Og segðu þetta með mér, beint til mín. Það er ekki hægt að henda manni úr stöðu sem Drottinn hefur sett niður. Einungis er hægt að víkja manni úr stöðu ef Drottinn kemur að máli. Sama hvað menn segja. Maður getur aldrei ýtt öðrum manni inn, hafi Guð sagt að þessi maður er ekki lengur í þessari stöðu. Hvernig ætlar að breyta því? Þú getur það ekki. Og eftir sættu þau við það. Ekki eða meðir í púðri í að koma einhverjum þangað að hinga því að Drottinn hefur hafnað honum. Við höfum mynd af höfnun í orði Guðs. Sál, honum var hafnað. Og þegar Davíð er smurður til konungs, að þá var ljóst að hinn yrði aldrei aftur konungur. Hann var reyndar konungur í mörg ár eftir þetta. Ég veit ekki af hverju. En Drottinn setti síðan sinn mann inn og hann heitir Davíð. Og Davíð hefur þau meðmæli með sér í sögunni að hafa verið farsæll konungur. En við sjáum líka mynd af breiskleika Davíðs. Þarna var mús. Ég er búinn að vera að leita mús í húsinu sinni, komin húsa í eina. Hún hljópi undir lappirnar á mér. Hún hefur kannski verið smá smeyk við hávaðin í mér vegna reiðunar. En þá var aðtöfa klukkuna við brásaldið. Þú hún kannski sé það og þá lóstu, ég veit það. Það er ekki að spyrja kvikindi skapnum. Þessi litli sæti hlóðari, hann gæti brúðið þessum stóra manni. Og stundum er það þannig. En Guðs orð er gott. Það er mjög gott. Og svo við endum þetta á svona smá músatali að þá koma þær greiðir svona þeirra fyrir að kólna í veðri. Það er út allt, þetta er alveg grúa þessu. En við viljum nú kannski ekkert endilega hafa þær í kringum okkur. Aður leiti höfum við kannski ekkert á móti þeim, en það er ekki að stundum brogðuð manni. Það segir nú bara það, minn kæri vinur og vinkonan, þú ert bara manneskja og ég er bara manneskja. Og sem getur alveg brugðið og sýnt þær tilfinningar. Þetta er ekkert nema tilfinningar, ekki? Ef að segja þetta gott í dag. Og tíminn er nú að vera komin, en við segjum þetta bara gott. Og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og veit að var með góða predikun í dag og marga á að vera að punkta fyrir þig að stúdera og pæla í og velta fyrir þér og nota. Þegar með því að nota það sem Guð er að tala, það bætir lífið okkar. Og við eigum að vera þar sem að líf okkar er bætt. En ekki þar sem maður skælist bara og verður glatað. Já, ég kveð aftur og kem mér að vikuliðinni, ekki?